Heil og sæl, Alexandra heiti ég. Ég er umhverfisverkfræðingur hjá Eflu verkfræðistofu, vinn þar á samfélagssviði og ætla að fá að segja ykkur aðeins frá matarspori sem er tól sem að við þróuðum hjá Eflu sem er ætlaður mötuneytum og matsölustöðum til þess að reikna út kolefnisspor máltíða. Og þannig ég ætla fyrst aðeins að segja ykkur frá málefninu, kolefnisspor mataræðis og neyslu og svo förum við og kíkjum á tólið sjálft. Matarspor í sjálfu sér þá þjónustu vefur sem að reiknar út og ber saman kolefnisspor máltíða og rétta og þetta þá þannig að þá búið að reikna út kolefnisspor máltíðarinnar eins og hún lítur út af þínum diski. Og þetta eitthvað sem að þá kokkar geta nýtt sér eða matreiðslumenn á vinnustöðum, mötuneytum eða veitingastöðum og við sjáum samanburð milli máltíða og við setjum líka kolefnisspor máltíðina í samhengi við akstur bíls. Og þetta í sjálfu sér ætlað til þess að auka umhverfisvitund hjá notendum. Af hverju erum við að þessu? Loftslagsváin eitthvað sem að háir okkur í dag mjög mikið og matur stór hluti af kolefnisspori einstaklingsins. Landbúnaður og sjávarútvegur, hann veldur það bil 24% losunar Íslands en þá erum við bara að hugsa losun sem kemur beint frá einum stað eins og við reiknum þetta út í landsbókhaldinu. En þegar við kíkjum á neysludrifið kolefnisspor þá erum við að skoða allt sem að einstaklingurinn kaupir inn þar sem hann neytir og þá getur það jafnvel komin erlendis frá. Og þá svolítið öðruvísi aðferðafræðin notuð til þess. Og matur það bil þriðjungur af neysludrifnu kolefnisspori einstaklinga. Þannig að það gott að eiga einhvers konar verkfæri til þess að geta tekið upplýstar ákvarðanir. Við þróuðum í samvinnu við Orkuveitu Reykjavíkur kolefnisreikni sem allir geta nálgast á kolefnisreiknir.is og þar getum við séð kolefnisspor einstaklingsins. Þar einmitt maður leiddur í gegnum nokkur þrep, svarar einföldum spurningum, varðandi ferðahætti, varðandi mataræði, húsnæðiskost og svo varðandi neyslu. Og út frá þessum upplýsingum sem að notandinn setur inn að þá hægt að reikna út svokallar neysludrifið kolefnisspor einstaklingsins. Meðal kolefnisspor Íslendinga 12 tonn CO2 ígilda á ári og þar af maturinn að jafnaði 3,5 tonn sem það bil þriðjungur. En þetta heildar kolefnisspor það þyrfti að vera miklu minna, það þyrfti að vera minna en 4 tonn. CO2 ígilda á ári til þess að geta haldið í við, til þess að geta komið í veg fyrir það. Við förum fram yfir 1,5 gráðu hlýnun jarðar. Og þetta, þegar við settum kolefnisreikningin í loftið fyrir bara fáeinum árum eða 2 árum, þá þurftum við að vera komin undir 4 tonn. En þetta auðvitað minnkar vegna þess að við þurfum að draga stórkostlega úr losuninni frá ári til árs. En þetta hægt að reikna út á kolefnisreikni.is og ég hvet ykkur öll til þess. Þetta skemmtilegt vegna þess að því fleiri upplýsingar sem við höfum okkar eigin neyslu, því upplýstari við til þess að taka í rauninni ákvarðanir þær. Hvað mataræði varðar þá búið að skoða þetta. Það var svokölluð Eat Lancet nefnd, það var gefin út Lancet grein fyrir á 2 árum núna, 2019, þar sem var verið að reyna að skoða mataræði heimsbúa út frá hollustu en líka út frá sjálfbærni. Og þar var það ljóst að ef við höldum áfram núverandi neysluháttum að þá munum við stór auka losun gróðurhúsalofttegunda og við þurfum að breyta mataræðinu í rauninni og nefndin kom sér saman í rauninni það sem kallað
Planetary Health Diet. Þetta hefur verið kallað vistgerafæði og í raun í stuttum máli þá snýst þetta að stórauka við neyslu grænmetis og ávexta og draga í raunin aðeins úr kjötneyslunni sem hefur kannski aukist óeðlilega mikið á undanförnum áratugum. En það hægt að skoða þetta út frá mörgum hliðum. Það hefur átt sér stað þróun á undanförnum áratugum auðvitað með auknum fólksfjölda. Það verið að framleiða mjög mikið af mat. Mataræði hefur breyst og þróast í þróuðum ríkjum og ekki endilega til hins betra. Það var ein rannsókn sem að Harvard háskóli gerði fyrir nokkrum árum þar sem hann bar saman matvælaframleiðslu í heiminum til dæmis og spurði og paraði hann saman við mataræði sem við ættum að vera að borða samkvæmt ráðlagðu mataræði. Og þá kemur í ljós að við erum í heiminum að framleiða allt of mikið af sykri, af kornvörum og af oljum með við hvað við ættum að vera að borða samkvæmt ráðlagðu mataræði. Þannig að þetta svona ein leið til að skoða hvort að við séum í rauninni í jafnvægi við það sem við ættum að vera að borða. En við þurfum auðvitað að hugsa hollustuna og jörðina. En það sem hefur kannski átt yfirhöndina undanfarin ára það hagvöxtur. En þessu þurfum við að breyta. En það auðvitað ýmsar breytur varðandi kolefnisspor mataræðis. Það samsetning máltíðina og hvað ég borða. Það skiptir máli. En svo skiptir líka máli hvernig allar þessar matvörur eru framleiddar. Það ekki sama hvernig það gert. Og svo þurfum við að taka á einu stórkostlegu vandamáli í dag sem matarsóunin. Þannig að þetta samspil margra þátta. En við byggum til tól til að taka á einum af þessum þáttum sem þá mataræði sjálft. Matarsporið, það tól sem að byggir á rannsóknum, íslenskum og erlendum og gögnin kom úr gagnagrunni sem byggir á vistferðsgreiningum svo köllum eða life cycle assessment fyrir fleiri en 30.000 bíli. Það eru þarna meira en 60 matvæli og þau eru sífellt að bætast við inn í matarsporið og vistferðsgreining það aðferðafræði til þess að reikna út umhverfisáhrif vöru frá vöggu til grafar eins og við köllum það og þá tökum við alla virðiskeðjuna með í reikningin frá því að vörur og vélbúnað var notaður til þess að framleiða vöruna, kannski á bílinu, yfir í hann var fluttur, dreifður, kominir í búðir, notaður, umbúðir, alveg til loka líftímans. Þannig að það verið að taka allt með í reikningin, það eru breyting á landnotkun sem sé, það framleiðsla á fóðri ef að það á við og það allt sem varðar rekstur á bílinu, vinnsla á matvörunni ef að það á við, flutningar eru þarna inni líka teknir með í reikningin, og umbúður allt þangað til að þetta komi líka í sölu og stundum skiptir kælingin til dæmis í búðunum miklu máli í þessu sambandi. Við fáum oft spurninguna komið innflutning til landsins, lítur hann ekki að skipta máli. Stóru niðurstöðunar voru þær, samkvæmt öllum þessum greiningum sem við erum að notfæra okkur, að flutningurinn í rauninni skiptir minna máli en framleiðslan. Það skiptir meira máli sem sé hvernig varan framleidd heldur en endilega hvað nú kemur. En auðvitað þetta háð ýmsum þáttum og fer að skipta máli ef við erum að flytja heilu heimshöfin á milli. Þá ætlum ég að fá að sýna ykkur aðeins inn í þetta tól, matarspor eflu. Þetta birtist þannig að það einfalt vefviðmót sem að þá yfirleitt kokkurinn skráði sig inn í og hann getur valið ýmis hráefni sem hann velur fyrst og svo þarf hann að slá inn magn hráefnis, hvaðan það kemur og þá birtist fyrir honum til hægri súla. Hér til dæmis sá við hamborgara og hérna hann að velja hráefni.
þá hakar hann við það sem við á og staðfestir. Og þá birtist honum súla og við sjáum í rauninni hlutföll kolefnissporsins. Þannig að við sjáum til dæmis hér að þessi bleikilitur það á við nautakjötið. Og hér í þessu tilviki erum við að tala nautakjöt frá mjólkurframleiðslu. Nú, svo getum við borið þetta saman við aðra máltíð og þá veljum við nýja máltíð og við getum sett eitthvað saman eins og lasagnarétt. Veljum öll hráefni sem til þarf og þá berum við rauninni saman þessa tvo rétti og við sjáum þarna neðst til hægri hvernig við erum búin að bera þetta saman við ekna kílómetra bíls og þá sjáum við að lasagnarétturinn hann er með aðeins hærra kolefnisspor eða það ígildi 42 kílómetra. Já, með þessum hætti þá getum við borið saman 2 máltíðir en svo getum við líka breytt einni máltíð lítillega til að sjá hvernig hún kemur út í samanburði. Hér til dæmis erum við erum haka við hamborgaran. Við getum til dæmis tekið hann bara út. Við erum þá með þessi lasagnarétt og við viljum sjá hvað myndi breytast ef að ég myndi skipta út nautakjötinu fyrir eitthvað annað. Og þá vel ég afrita máltíð og ég ætla að velja lasagna þá með svínakjöti í staðinn fyrir nautakjöt. Vel það og þá kemur það hérna út þessar 2 súlur og ég sé að það er langt minna kolefnisspor ef ég myndi nota svínakjöt í stað nautakjöts. Svo er þetta að stækka þetta viðmót til að sjá þetta aðeins betur og þetta yfirleitt, svona birtist þetta sem sagt í mötuneytum á þeim vinnustöðum sem að nota matarsporið og þá þegar starfsmenn koma til að setja á sinn disk að þá blasir við þeim þessi 2 kostir sem í boði þennan dag, öll innihaldsefni, samanburður milli þeirra 2 og hvert ígildið í losun fyrir ekna kílómetra. Við getum skoðað hvernig flutningurinn skiptir máli í matarsporinu út í vegna þess að það er oft verið það eru vangaveltur það hversu mikið flutningurinn skiptir máli ef við erum að tala erlend eða innlend hráefni og hér til dæmis erum við með innlenda salatskál til vinstri og þar eru tómatar, laukar, gúrkur og ýmislegt rótagræmiti en til hægri erum við með nákvæmlega sömu skál nema allt grænmeti kemur erlendis frá og út af því að grænmeti nú ekki kolefnisfrek vara að þá skipta flutningarinn miklu máli. Þannig að þetta allt spurningum samhengi. Ef við værum með kjöt hins vegar, þá myndi það skipta minna máli vegna þess að kjötið vegur þyngra hvað kolefnissporið varðar. Þetta ídjalt til að bera saman mismunandi máltíðir. Sérstaklega ef við erum að tala einhverjar máltíð sem innihalda kjöt og aðra sem innihalda það ekki eða við erum með einhverja fiskrétti og kjötrétti. Hér getum við séð dæmi 2 máltíðir sem getur verið í boði þann daginn. Það grænmetisbuff með hvítlauksósu og kartöflum, annars vegar til vinstri og svo það plokkfiskur með rúgbrauði til hægri. Og hér sjáum við til dæmis hvað grænmetisbuffið varðar að þá það baunirnar sem skipta miklu máli og svo það flutningarnir. Vegna þess að mikið af þessu kannski kemur erlendis frá. Og svo hægra megin, þá erum við hins vegar með plokkfiskinn með rúgbrauði. Þar sjáum við að osturinn, hann vegur ansi þungt. Þetta tilfelli með mjólkurvörur almennt. Þorskurinn líka, hann sést þarna í bláu. Og svo þar fyrir ofan sjáum við tómata og annað grænmeti. Þannig gátum við séð hvernig það var töluverður munur milli máltíðina. Hér annað dæmi samanburð milli máltíða. Til vinstri erum við kjúklinga, beikonborgara og kartöflubáta og við sjáum strax í hendi okkar að það kjúklingurinn og svínakjöti sem skiptir hér mestu máli. Og svo annars vegar til hægri þá erum við annan valkost, þá erum við tikka masala með kjúklingabönum. En samanburðurinn hér bersýnilegur, það minna kolefnisspor af grænmetisréttunum, af tikka masalaréttunum. Þetta eitthvað sem myndi samsvara 14 kílómetrum eknum eða hins vegar 3 kílómetrum.
Ég hef þetta þá ekki lengra í bili, ég ætla að þakka kærlega fyrir mig. Allar nánari upplýsingar þetta verkfæri má sjá á matarspori.is eða ebla.is/matarspor. Takk.